Jæja, Kári, þú varst að koma frá Tenerife í æfingabúðum. Hvað varst að gera? Við vorum svona fyrst og fremst að hlaupa en kannski hlaupið meira upp á fjöll en maður er vanur. En það var ég Guðni Páll og Þorbjörgur Ingi og vorum þarna í 10 daga og við hefum hlaupið kannski alveg hátt í 300 km, allan að 250 km og fleiri þúsund hæðametra, þannig að það er eitthvað annað en maður er kannski vanur. Þannig að þú ert í fínu styrk núna. Hvað ert að fara að gera núna næstu mánuði? Sko, það eru búin að negla niður heimsmeistaramót í fjallahlaupum í sumar en svona fram að því er svolítið óráðið en mig langar að hlaupa 1 maraþon erlendis bara til þess að viðhalda hraðanum og nýta formið og jafnvel skella mér í eitthvað utanvegahlaup líka svona sem undirbúning fyrir heimsmeistaramótið í utanvegahlaupum. En ég er svona, maður er svolítið á teikniborðinu, maður hefur verið núna síðustu mánuði bara að hugsa að koma sér aftur í toppstand og toppstandið er bara komið allan á leiðinni og maður er svona pumpast hratt upp í formið núna, þannig að núna er komið tíma á að fara að negla niður ykkur verkefni. Þannig að þú ert ekki alveg svona búin að gera upp hjá þér hvort þú heldur áfram á götunni eða færði yfir í utanvegahlaupin? Nei, og ég hugsa að verði ekkert svona annarkvort eða, maður er svona bara svolítið í þessu svona að hafa gaman að þessu og gera það sem manni finnst skemmtilegt og njóta og ég held að það verði bara góð blanda þá af götuhlaupum og utanvegahlaupum. En eigum við ekki eftir að sjá þig reyna við Íslandsmeti aftur í maraþoni? Jú, ég held að það sé engin spurning og ég held að formið sé ekkert langt frá því í dag, þannig að það er aldrei að vita hvað gerist, svona maður heldur bara að opnum hug og hefur gaman að þessu. Þú ætlar að hlaupa næstu árin, er það ekki? Jú, það er planið. En hvað með brautarhlaupin? Nú er Hlynur að koma mjög sterkur, þýðir það er ekki þörf á þér í landslið lengur eða hvað? Já, ég er svona svolítið líka dregið mig úr landsliðinu og þessum Evrópubikarkeppnum síðust árin og hef svona haft minni ánægju og minna gaman af og sett minni áherslu á það að hlaupa á brautinni. Og Hlynur og Arnar og fleiri sprækir sem eru að koma mjög sterkir upp hafa verið að taka við þessu hlutverki og gaman að sjá hvað þeir eru að bæta sér hratt núna, þannig að ég svona gerir ráð fyrir því að þeir haldi heiðri Íslands uppi á brautinni á næstu árum. En ertu að æfa eitthvað öðruvísi heldur en kannski fyrir nokkrum árum? Eru það aðrar áherslur? Já, núna er ég að æfa hjá Mörtu Ernsdóttir, Gunnar Páll tók sér smá frí frá þjálfun og svona, jú, það er kannski aðeins öðruvísi áherslur í prógraminu hennar en svo sem samt byggt á sama grunni og svo er maður farin að bæta við esjum og meiri brekkum kannski inn á milli en ég hef nú lítið gert það í vetur enn sem komið er en svona í vor og sumar þá er ég örugglega að hlaupa aðeins meira á brekkum en ég er vanur að gera. Þannig ef þú myndir greina sjálfan því svona styrkleika og veikleika, hvað er það sem þú þarft helst að bæta við eða bæta því í? Hvað utanvegahlaupin varðar, þá var það niðurhlaupin, bara ekki spurning. Maður vantar svolítið sjálfstraust þar og kannski tækni líka en annars svona bara svona þokkalega sterkur upp brekkurnar en alltaf þetta að bæta sig og ég hugsa þá að styrkleiki minn í þessum utanvegahlaupum verði alltaf hraðinn og þessi svona sléttari kaflar. Já, takk. Takk.